Skoðum núna leið til að reikna út delta H, eða hvarfavarma, sem kallast lögmál Hess. Það við notum prinsip úr lögmáli Hess. Og ef við lítum á þessa litlu mynd hérna, venjulega sjáum við hvarf svona, eitthvað hvarfefni verður að myndefni, kallum þetta leið A. Í raunveruleikanum fara mörg hvarf fram í 2 eða fleiri skrefum. Í þessu dæmi þetta 2 skref. Hvarfefnið breytist í eitthvað milliefni sem breytist svo í myndefnin. Þannig við getum kallað þetta B1 og B2. Og lögmál Hess segir að það er sama hvort ég fer þessa leið, eða hvort ég tek 2 skref, eða hvort ég teki 10 skref til að komast frá hvarfefnum til myndefna. Delta H verður sama talan. Orkubreytingin frá hvarfefnum til myndefna er svo sama óháði hvaða leið er tekin. Þetta má setja upp þá út frá þessari mynd að delta H fyrir leið A sé það sama eins og við myndum leggja saman delta H fyrir leið B1 og B2. Með öðrum orðum, ef við vissum delta H hér og delta H hér, þá getum við reiknað þetta delta H út með því að leggja þau hreinlega saman. Og dæmi sem að byggja á að nýta lögmál Hess ganga einmitt út á þetta að leggja efnahvörfin saman svo við fáum út hvarfið sem við erum að leitað og leggja þá líka delta H-in saman. Og við skulum bara útskýra með dæmi hvernig þetta virkar. Við ætlum að finna delta H fyrir hvarf hérna, CS2 plus 2 O2 verður CO2 og 2 SO2. Þegar við þekkjum hérna 3 efnahvörf, öll efnin hér koma fyrir einu sinni eða oftar í þessum efnahvörfum, og eins má sjá á einhver efni hér, bæði kolefni og brennistein sem eru ekki í lokahvarfinu sem við ætlum að fá, og við þekkjum hér delta H fyrir öll þessi hvörf. Og við þurfum þá kannski fyrst áður við byrjum að átta okkur á því að það er tvennt sem að má gera við efnahvörf til að breyta þeim. Hvernig var að skrifa þetta hérna? Leyfðar breytingar. Við getum snúið hvarfi við og þá sem sagt breytist formerkið á delta H. Talan verður svo sama en formerkið breytist. Við getum líka margfaldað allar tölurnar í hvarfinu með sömu tölu og þá margföldu við delta H. Ég myndi margfalda allt hér með 2, þessi væri 2, þessi væri 4 og þessi 2, þá myndi ég líka 2-falda hér delta H. Og til að skoða hvernig við ætlum að leysa þetta, við getum svo þurft að beita þessum aðferðum, við getum þurft að snúa við eða margfalda eða bæði. Þá horfum við á upphaflega hvarfið okkar og finnum í hverju efnahvarfi sem er gefið efni sem er eingöngu í upphaflega hvarfinu, ekki líka í einhverju af hinu. Þannig eins og fyrir fyrsta hvarfið þá væri þetta koldíoxíð. Og þá ætla ég að horfa á hvar er þetta koldíoxíð í hvarfinu sem ég er að leita delta H fyrir og hvað er mikið af því. Og ég sé, ok, það er hægra megin, alveg eins og hér, og það er 1 alveg eins og hér. Svo ég ætla ekkert að breyta þessar efnajöfnu neitt. Svo kíki ég á næsta, sem
ok, það er þetta hérna hvarf og þar er það SO2 sem er hér eins og hér, nema sjá nú til, það er hægra megin hér og það er líka hægra megin hér, en það eru 2 SO2 hér er bara 1. Og til að leysa það, þá margfalda ég efnajöfnu, ég get náttúrulega ekki margfalda bara þetta, ég ætla þá að margfalda allt með 2, það verður þá 2s og 2O2 og 2SO2 og þá margfaldast líka delta H með 2. Svo horfum við á síðasta hvarfið, þar er CS2, við finnum það í efsta, það var það hér, það er öfugu megin, það er vinstra megin í hvarfinu sem við erum að leita delta H fyrir, en hægra megin í hvarfinu sem var gefið. Svo ég þarf að snúa þessu við. Þannig ég ætla þá að segja hérna CS2 verður C plus 2S, ég bara tek allt sem er hægra megin og setja vinstra megin og öfugt. Og eins og við sögðum áðan, þá breytist formerkið á delta H við þetta. Þetta hvarf sem að tekur til sín orku, í þessu tilfelli, þegar að C og 2S breytast í CS2, það gefur frá sér nákvæmlega jafn mikla orku eða gengur í hináttina, eða snýst við. Þannig nú ætla ég rauninni ekki að nota þetta hvarf, heldur það sem ég breytti. Og nú vil ég meina að ég sé með þau efni sem voru hérna einstök á réttum megin og í réttum fjölda og þá ætla ég að leggja saman efnajöfnurnar 3. Og ég geri það með því að taka allt sem er allt sem er vinstra megin við öruna í þeim öllum og setja í eina línu. Ég ætla að taka þá C og O2 og 2S og 2O2 og CS2, allt vinstra megin. Svo kemur örin. S2 og allt sem er hægra megin kemur hægra megin. CO2, 2SO2 og C og 2S. Og hugsunin hjá mér hérna var sem sagt að ég væri að leggja saman þessar efnajöfnur til að fá efnajöfnuna sem ég er að leita delta H fyrir. Þannig að þá má ég líka bara leggja saman þessi delta H. Í fljótu bragði kann að verast að þetta sé ekki sama efnajöfnan. En skoðum aðeins betur. Nú það er eitt C hérna vinstra megin og það er annað hægra megin. C hefur nettó bara breyst í C. Þannig að við þurfum ekki að hafa það með. Þetta virkar svolítið eins og algebrujafna. Við getum losað okkur við það sem er eins báðu megin. Hér eru líka 2S og 2S. Svo sé ég reyndar eftir á mér til óhaps að ég hef gert smá prentvillu hérna efst. Efnajafnan er ekki stilt svona, það eiga að vera 3 og 2 hérna. Svo 2, 3, 4, það eiga að vera 6 og 2, nei 6 og alls og 6 hér. Og sem er ágætt því þá gengur þetta aðeins betur upp. Sjáðu, hér er 1 og 2 og hér eru 2, þannig að það eru 3 og 2 samtals hérna vinstra megin og CS2 og CO2 2SO2. Og að sama skapi ef að eins og hérna sögðum við 2 og 2 pluss 1 og 2, 3 og 2. Ef að það væri O2 hér og hér og þá mætti þess að draga saman sem það væri 4 og 2 hérna megin og 2 hér, þá geti ég bara útilokað þessi 2 og þá væri 2 eftir hér.
Ég má sér draga saman það sem eins. Þannig að nú ég hérna með efnajöfnuna eins og hún var í upphafi og fyrst ég fékk hana út með því að leggja saman þessar þrjár, þessa og þessa, þá fæ ég delta H-ið með að leggja bara saman delta H-in fyrir þær. Þannig að delta H jafnt á mínus 393,5 kilojúl per mól pluss hérna mínus 296,8 sinnum 2 kilojúl per mól og pluss þessi sem líka mínustala 87,9. Svo bara leggjum við það allt saman. Og fáum út mínus 1075 kilojúl per mól. 0,0 með þessu. Þannig að við leggjum saman töluna sem við breyttum ekki neitt, töluna margfaldaðri með 2 og töluna sem við breyttum formyrkjun á, allt lagt saman og fáum út loka svar. Svona sem sagt notum við lögmál Hess til þess að reikna delta H. Við gætum þurft að eiga eitthvað við efnajöfnurnar sem að hafa þekkt delta H til að efnin lendi réttu megin. Þetta miðað við upphaflegu efnajöfnurnar sem var gefin. Þegar við erum búin að snúa efnajöfnunum, margfalda þær, jafnvel bæði, þannig að allt sé í réttum fjölda og réttum stað, þá leggjum við allt saman, styttum út þar sem að ofvikið, þess að það sem eins báðum megin, sjáum hvort að við höfum ekki örugglega endað með rétta efnajöfnu og þá leggjum við saman delta H-in eins og í breyttu efnajöfnunum.